Komið sæl og blessuð. Gaman að vera með ykkur hérna í dag. Það í rauninni bara virkilega ánægilegt og ég vil sérstaklega þakka ráðstefnuhöldurum fyrir að hafa persónuverndina með á þessari góðu ráðstefnu. Það sem að segja má að blási sér til sóknar í stafrænni vegferð hins opinbera. Nú á næstu mínútum þá mun ég fara yfir ástæðu þess að huga þurfa að persónuvernd með litlu p í stafrænni vegferð og ég mun aðeins fara yfir regluverkið. Síðan mun ég aðeins líka staldra við það að kapp sé mögulega best samt með forsjá og síðan það að með góðum vinnubrögðum meðferð gagna þá getur skapast gríðarleg tækifæri eins og fyrirlesar dagsins hafa bent á. Fyrst ætla ég að leyfa mér að byrja hér og ég voni þið sjáðu nú klæruna hvar sem þið sitið. Þetta var forsíða Times á síðasta ári og hefur verið uppáhaldsforsíðan mín síðan hún birtist 28. janúar í fyrra. Hún segir meira heldur mörg orð. Allar forsíðugreinarnar hafa snertiflöt við gögn og persónuverndarmálefni og heimsmyndin í dag, allavega eins og ég leyfi mér að sjá hana sumuleyti, að þá felur hún í sér samfélagsmiðla og alltumlíkjandi tæknina. Tæknirisa mjög víða og það má segja að uppgangur alls þessa hafi í rauninni leitt til þess að Evrópusambandið sá sig knúið til þess að breyta persónuverndarlöggjöf sem hafði gilt óbreytt í 20 ár. Verðmætustu fyrirtæki heimsins eru í dag sem sagt gagnafyrirtæki og gögn, þetta eru fyrirtæki sem að sem sagt selja gögn og veita aðgengi að gögnum og málið með þessi gögn að þau geta verið persónugreinanleg. Og staðan er líka svo að þessar persónuupplýsingar þær eru næstu því undantekningarlaust skráðar inn í rafræn kerfi og við slíkar aðstæður að þá myndast í rauninni óteljandi möguleikar á aukinni dreifingu, miðlun og vinnslu slíkra upplýsinga. Og þá skiptir tvennt mestu máli, hefur sá sem notar gögn eða vinnur með þau, hefur hann heimild til þess og hvað gerist ef að gögn komast í hendur óviðkomandi. Á stafrænni vegferð ríkisins þá þarf að vera hægt að svara þessum spurningum, að minnstu kosti alltaf ef það er verið að höndla með persónuupplýsingar. Nú þá komum við að regluverkinu og meginreglan er sem sagt alltaf að það þarf að vera að sýna fram á að farið sé að gildandi lögum persónuvernd. Margar af nýjum skildum ábyrgðaraðila og vinnsluaðila eru hins vegar líka bara kjöri tækifæri til þess að bæta rekstur á hverjum og einum vinnustað. Þessar skildur eru notabenni alls ekki úr lausu lofti gripnar. Þær hafa þýðingu og geta skapað mjög góð tækifæri ef rétt er á haldið. Þannig leiðir ábyrgðarskyldan til dæmis sem þið sjáðu á þessari glæru til þess að hver og einn vinnustað þarf að staldra við og hafa yfirsýn yfir persónuupplýsingarnar sem er verið að vinna með. Fyrirtæki þurfa til dæmis að kanna hvort þau hafi heimild fyrir þeirri vinnslu persónuupplýsinga sem þau sinna, að meðan opinberir aðilar þurfa oftast að kanna hvort þau starfi og þeir starfi á grundvelli lagaheimildar. Vinnsluskráin, við höfum bent á það sé kjöru tækifæri aftur til þess að ramma líka inn reksturinn og átta sig á hvað er verið að sýsla hvernig stað. Matið á áhrifum af persónuvernd sem við höfum stytt í mábið að það hjálpar líka aðilum til að meta vægi þeirra vinnslu sem að fyrirhugað er og ramma inn áhættur og í rauninni bara átta sig á hvaða ráðstafunum þarf að grípa til ef einhverjum. Innbyggð og sjálfgefin persónuvernd, það er aftur frábært tæki til að ramma inn lausnirnar sem er verið að þróa. Hvaða upplýsingar þurfi nauðsynlega, hvað getur við valkvætt fyrir einstaklingin og hvernig segjum við einstaklingunum frá því sem við erum að gera á notabenni skýru og einföldu máli. Hvernig tryggjum við öryggið? Hvaða ráðstöfunir þurfum að gera með áhættuna vinnslunni sem undir er í hvert sinn. Það er eiginlega pildi mergur í málsins. Átt að sjá því hvað við erum með undir í hvert sinn. Öryggisbrestirnir að þeir eru í rauninni leið til þess að kanna þessum aflaga fer og hjálpa til með starfsemina á hverjum tíma. Og það er í rauninni má segja þegar persónuupplýsingar berast óviðkomandi, þegar upplýsingum er breytt og svo framvegis. Og það eru í rauninni öryggisbrestirnir sem er að sýna kannski hvað best fram á hvað það eru miklu allavega persónuverndarhagsmunir undir oft þegar gögn komast til óviðkomandi. Flestir þekkja Yahoo-leikann frá 2014. Þar voru 500 milljónir notenda fyrir því að persónuupplýsingar þeirra þá lykilorð og aðrar upplýsingar urðu aðgengilegar og það var ekkert sagt frá þessu fyrir nokkrum árum seinna. 330 milljónir urðu fyrir Marriott leikanum svokallaða.
og nýlega var HIV-afstaða 14.000 manns í Singapúr aðgengilega óviðkomandi. Í Kent að þá lentu 300 manns í því að allar upplýsingar það að þeir væru ættleiða börn við aðgengilegar óviðkomandi og Equifax-leikin var nú ekki góður. Lánshæfis upplýsingar 147 milljóna manna eru aðgengilegar óviðkomandi. Þetta það sem við erum svona bildið með undir, þannig að í öllum góðum áformum að flytja gögn og ekki fólk, að þá eru gögnstundu fólk. Þannig að við höfum það örlítið hugfast. Og það í rauninni ekki hægt að sjá fyrir þann í rauninni skaða sem fólk getur orðið fyrir við þessar aðstæður allar. Hér hafa öryggisbrestir vissulega átt sér stað. Þeir hafa verið hjá skólum, þeir hafa verið hjá aðilar sem rekum upplýsingakerfi fyrir skóla og hjá fleiri aðilum. En þá það spurningin með persónuverndina, svona 101, hvað þurfum við að vita? Og þá kannski númer 1, 2 og 3, verið að vinna með persónugreinlega upplýsingar eða persónuupplýsingar eða bara hreinlega tölfræði. Ef þið eru bara með tölfræði þá eru þið hólpin, þá þurfum við ekki að hugsa persónuverndarlögin. En ef þið eru með persónuverndarlögin, þá þarf að hugsa þetta sem þið sjáuð vonandi á glæðrunum. Það heimildin, hún getur verið margvísleg. Það ekki bara það að vera með lagaheimild, það líka samþykkið og það líka mögulega lögmætir hagsmunir og það eru fleiri heimildir sem að lögin tilgreina. Nú síðan það meginreglurnar og hvað þýðir það? Jú, það þýðir að það þarf að vera meðalhóf í vinnslunni og hvað þýðir það? Það þýðir það að vinna aldrei með meiri gögn heldur en þarf í hvert sinn og það þarf að varðveita gögnin ekki lengur heldur en þarf og það þarf að tryggja öryggi upplýsingarna eins og reyndar hefur verið minnst á nokkur sinnum í dag og það bara mjög vel. Það þarf líka að tryggja réttindi einstaklingana og það þýðir í rauninni kannski aðalega það að númer 1, 2 og 3 að fræða einstaklingana hvað verið að gera í hvert sinn, að þeir veiti að hverju þeir ganga og það þarf að veita núna aðgang að upplýsingunum einstaklingana og það þarf að sinna beiðnum eyðingu og leiðréttingu og svo framvegis. Og síðan þetta skipulagslegu ráðstafanirnar og þá það aðalega kannski þetta, ertu ábyrgðaraðili eða ertu vinnsluaðili, það gilda mismunandi reglur og það þarf að gera eitt og annað í þessu öllu saman. Nú hvað ber að varast? Hér hefur verið nefnt fyrir í dag að í lagi að gera mistök og þetta svona örlítið vandmeðfæri vegna það gilda náttúrulega lög í landinu og ég ætla kannski bara að fara yfir glæruna og svo ætla ég að leyfa mér að bregðast við því sem var sagt hérna fyrir í dag. Við höfum bent á að ekki fara á stað án þess að fullvissa þau hvers konar gögn þú ert með í höndunum og það nefnilega dálítið erfitt að laga sumt eftir á. Og þá á í rauninni að nýta tækin sem þessi persónuverndarlöggjöf til dæmis býður upp á sem ég búin að staldra við hérna núna. Af því að málið bara það að ef það farið á stað án þess að vera til dæmis í samtali við persónuvernd að þá gilda lögin einhverju leyti. Það hins vegar hægt að þróa ákveðið samtal og til dæmis breska persónuverndin hefur gengið mjög vel frammi með fyrirtækjum í ykkur sem að þau kalla á ensku sandboxing. Ég veit ekki hvort við viljum fara í sandkassaleiki í samtala, ykkur alvarlegu samtali eins og þessu en að sjálfsögðu höfum við skilning á því að það getur verið erfitt að þróa lausnir og það verður ykkur staðar að byrja með þær en þá var ég leiðarljósi kannski að byrja með ekki raunupplýsingar. Af því við höfum verið að lenda í dæmum þar sem verið virkilega að vinna með raunupplýsingar. Viðkvæmar upplýsingar, hverjir leita til sálfræðinga í skólakerfinu. Og þessar upplýsingar viljum við ekki nota sem einhvers konar pröfukerslu á gildi kerfana. Þannig að einhvers konar þreifun þarf að vera til staðar og við þurfum einhvern veginn að pröfa þetta en gerum það með réttum hætti. Af því það eru leiðir til að gera með réttum hætti. Og af því að því miður þegar að farið of geyst á stað, eins og til dæmis ég get nefnt sem dæmi opið bókhald sveitarfélaga. Það eru 3 sveitarfélög sem lentu því að fara og geyst á stað og þá var í rauninni viðkvæmar persónuupplýsingar aðgengilegar allt og mörgum. Það ekki gott. Og ég verð líka að leyfa mér upplýsa það hér að persónuvernd hefur hafið athugun á því hvernig persónuupplýsingar voru unnar í ferðagjöf stjórnvalda. Þannig að það pildi þetta, kapp best með forsjá og ég vil meina að það sé ekki hægt að gera ansi margt hratt en gera það vel. Að samanskapi vil ég líka leyfa mér að benda á mjög góða vinnu og það var rakningarapp embættis landlæknis sem var unnið í þéttu samstarfi við persónuvernd, margsinnis leitað álits og það allavega þannig að erlendir aðilar hafa gefið því
góðar einkunnir. Ég veit að það orðið áleið og maður fann einhvern veginn að halda athygli ykkar og þannig ég leyfi mér aðeins að svona í framhalda því hvað ber að varast. Þá finnst mér við hæfi að nefna þessa mynd. Ef þið hafi ekki séð hana nú þegar, þá mæli ég með því að þið gerið það. Sumir hafa sagt, ef þú ætla bara að horfa á eina mynd næstu 6 mánuðina, láttu það þá vera þessa mynd. Í stuttumáli sagt að þá sýnir þessi mynd með sláandi hætti hvernig viðskiptamódel tæknirisana hannað og hvaða alvarlegu afleiðingar það geti haft fyrir heimsbyggðina aðra. Spurt var áðan eigum við að leyfa auglýsingar inn í opinberum miðlum. Stuttasvarið nei, en það er kannski hægt að fjármagnanda með einhverjum hætti, það er alltaf einhverja leiðir. En leið og allir geta verið sammála því að almennt séð þá eru tækniframfarir af hinu góða. En þá líka liggur fyrir að tæknin að vinna með alveg óhemju mikið magna persónuupplýsingum og staðan líka svo að tæknin ávanabindandi. Og þess vegna þurfum við að fara dálítið varlega og öll opinber stefnumótun það að við gerum þetta bara allt rafrænt og verðum bara alltaf bak við skjáinn. Þegar við tala skólakerfið og annað, það þarf bara svona aðeins að huga að ýmsu og mögulega komin á skrensuna hvað var það að ég sé hjá mig persónuverndarmálefni en allavega. En málið bara það að bæði opinberir aðilar og alþjóðleg risafyrirtæki og líka minni fyrirtæki að vinna með gríðarlegt magn persónuupplýsinga og við hreinlega sjáum ekki fyrir endan á því hvert við stefnum með alla þá vitneskju sem líka að verða til okkur hjá öllum þessum aðilum. Og það náttúrulega frábært að það sé verið að einfalda ferla og hafa það á einu stað. En Guð forði okkur frá aðgengi annarra þessum eina stað, óviðkomandi þá. Af því að í rauninni heilbrigðiskerfið og sýslumenn, lögregla og svo margt annað einmitt það sem hjá opinbera geiranum. Og það oft bara viðkomustu persónuupplýsingar þar. Þannig og við erum að sjá hjá persónuvernd að upplýsingagjöf á milli stofnana, hún getur verið mjög jákvæð, en við erum líka að sjá að það verið að gera með margvíslegum hætti í dag sem alls ekki nógu góð og það verið að senda upplýsingar með ekki öruggum leiðum og á þessu þarf að taka í stafrænni vegferð hins opinbera. Þetta í rauninni það sem ég ætla að staldra við bara í lokin og leyfa mér að segja að sjálfsögðu eru gríðarleg tækifæri og vonandi samt öllum ljóst að tæknileg framþróun, hún verður að eiga sér stað á grundvelli mannlegrar reisnar. Og það sem hugað að siðferði og virðing borin fyrir grundvallar mannréttindum. Við eigum ekki að þurfa að deila öllum okkar viðkomustu persónuupplýsingum með stjórnvöldum eða fyrirtækjum til að geta átt gott líf, en við verðum sem einstaklingar alltaf að vita hverjir vinna upplýsingar okkur, hvenær og í hvaða tilgangi. Og tilgangunum verður þegar opinberir aðilar komið til sögunar að vera heimild samkvæmt lögum, oftast allavega. Og það eru gríðarleg tækifæri fólkin í því að kynna til sögunar tæknilausnir eða hugbúnað sem persónuverndarvænn. Það gríðarleg tækifæri þar og aftur sem að það myndi þá auka traust og tiltrú almennings. Þannig að ef ég leyfi mér að halda áfram með upphafsstef dagsins í dag sem kom frá fjármálaráðherra að þá lýk ég máli mínu með því að segja að ég sé framtíð stafrænnar vegferðar hjá ríkinu mjög svo mögulega og mjög svo mikla. En þar líka mjög góð og mikil hjálp í persónuverndarlögunum til þess að gera þetta vel og gera þetta rétt. Og það hægt að vinna hratt, en við verðum líka að vinna vel. Takk. Takk fyrir, Helga, kærlega. Ef við má skjóta inn með þetta að læra mistökum og gera mistök. Ég sá þú horfður á mig og ég held að Einar sé örugglega allir inni sammála því að mistök eru mismunandi, ég var kannski ekki að tala um aðeins allt í lagi, allt leki út og segja svo bara úps. Það meira svona, já, bara vera óhrædd við í aðferðafræðinni kannski og þróun, þannig ég takki það. Og sannlega allt rétt sér út að segja og þetta náttúrulega gríðarlegt magn af upplýsingum sem verður þarna komið saman á einn stað. Ef þú takir saman svona 3 hluti sem þarf að hafa í huga þegar kemur að stafrænni vegferð og persónuvernd, hvað svona topp 3 hlutirnir? Notabenni, þetta var ekki undirbúið, þannig að hvað topp 3 hlutirnir? Ja, það í rauninni bara, það allavega mjög hratt 2, að þá það í rauninni fræðsla og gagnsæi, hvernig upplýsingarnar eru unnar og öryggi. Skeytin inn. Og bara fyrir hvernig erum við að gera þetta af hverju og hvaða líf þess verið að lifa því. Er það ekki stóri platónski sannleikurinn? Takk fyrir kærlega, Helga. Takk.